Það að fara að koma rock, sko. Já, nú allavega. Let's go. Jæja, rísum á fætur og lofum Guð í dag saman. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when surrounded. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Velkomin á samkomu, gaman að sjá okkur hér í dag. Við ætlum að lofa Guð í dag í anda og sannleika. Vers dagsins er verðið ekki fégráðugur, en látið ykkur nægja það sem þið hafið. Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Hann hefur sagt þetta við okkur og við verðum að treysta honum, því að hann fer aldrei á bak orða sinna. Halleluja. Hebreabréfið 13. En við ætlum að lofsyngja Guð í dag. Má ég heyra amen? Við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að fá nýtt í dag frá honum í orði hans. Halleluja. En við ætlum að halda áfram og syngja saman. Halleluja. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Takk Jesus fyrir náðin og miskunn. Takk fyrir trúfastina Jesus. Við gefum þér dýrðin í dag, halleluja. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside?
the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Halleluja. Takk Jesus, halleluja. Þvílíkur dagur til að fá að lofa Guð, má ég heyra amen. Takk Jesus, the King is in the room. Expecting for stronghold to break, 'cause we know what you can do. We know what you can do. We're gonna see lives changed, souls saved, broken hearts made new. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Gonna see all the captives run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. There's great shaking powers we sing. The name above them all. Your name above them all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Fear has to flee, shame has to leave before the King. Before the King, chain has to break, drag bones away, prepare the way. Whoa, sin has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, chain has to break, drag bones away, prepare the way. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. The King is in the room. Prepare the way, prepare the way, it's in the room. Prepare the way, prepare the way, it's in the room. Takk Jesus, halleluja. Takk Jesus, hann trúfastur, má ég heyra amen. Það svo magnað að geta komið í hús hans og lofað hann í öllum kringumstæðum. Og í dag erum við með frábæran gest og við ætlum að heyra í honum og eftir sem að ég hlakka mikið til og ég veit að þið gerir líka. En við ætlum aðeins að lofa Guð meira. Halleluja.
is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve my praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your you alone deserve my praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
drottinn Jesús, halleluja. Takk Jesús. Drottinn okkar dýrður. Tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Drottinn býð aldrei mér ná, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Sérðu sá, jörð, tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa mig. Nú í sannleika ég tilbið þig. Sing hallelujah, kom þú drottinn minn.
Amen, amen, amen. Drottinn dýrðar. Ég vil vera nærri þér. Við höfum verið að fara svona hægt í ritninguna varðandi hvað er að gefa og taka samskot. Og það er ekki til þess að búa til einhverja pressu, heldur til þess að skapa skilning. Og þegar maður sér hvernig Nýja testamentið setur þetta atriði upp, þá áttum við okkur á því að þetta snýst ekki fyrst og fremst peninga, heldur líf. Í Galatabréfinu 7. kafla, þá byrjar Páll ekki bara og segir, gefið núna. Hann byrjar í 7. kaflan á að segja, leiðréttið með hógværð, berið hvers annars byrðar. Svo segir hann, sá sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim hlutdeild í öllum gæðum, þeim sem uppfræðir. Þetta allt í sama kaflanum. Og takið eftir, þetta ekki viðskipti, þetta ekki eitthvað kerfi, þetta sameiginlegt líf. Grískan nota orðið koinonia. Að við hjálpum hvort öðru að bera áfram það sem Guð er að gera í líkama Krists. Og svo kemur hérna mjög mikilvægt. Hann segir, villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Og stundum hefur fólk heyrt þetta eins og einhver svona andlegt velmegunar fjárfestingakerfi. En það bara ekki samhengi textans. Samhengið að bera byrðar, gera gott, að hjálpa hvert öðru áfram. Það samhengi textans. Páll að tala hvað mótar hjartað og lífið sem vex út frá því sem við sáum í. Það samhengið. Síðan segir hann, þreytust ekki að gjöra það sem gott er. Þannig að þetta lífstíll, ekki vandræðalegt augnablik. Og af því að það er 10. maí í dag, þá förum við í orðskuðina 10. Og það er alveg merkilegt hvað passa flott inn í þetta. 16. versi segir, afli eða vinna hins réttláta verður til lífs. Gróði hins óguðlega til syndar.
afli réttláta verður til lífs. Ekki bara í neyslu, ekki bara til þess að safna upp, heldur til lífs. Líf sem flæðir áfram. Svo segir hann í 21. versinu, varir hins réttláta fæða marga. Þetta er falleg mynd. Guð gefur sum orð til þess að næra, hugga, kenna, visku, styrkja og við sem njótum þess fáum að taka þátt í að bera þetta áfram. Ekki af skyldu, heldur af lífi. Því að við erum að heiðra orðið sem hefur fætt okkur. Við erum að styðja þá sem bera það áfram. Og svo kemur þessi djúpa setning, blessun drottins hún auðgar. Raunverulegur auður eða auðlegð er ekki bara að safna það sem að kemst fyrir hjá okkur, heldur það sem Guð fara að láta flæða í gegnum okkur. Þess vegna er þetta mjög auðvelt að breyta peningum í vígi, eins og orðskviðin segja, auður ríks manns er honum öflugt vígi. Stronghold. It's actually, the meaning is that your money becomes your stronghold. You can't go anywhere because you have a wrong understanding of what it's for. Yeah. Svo við höldum rosa fast, byggjum varnarmóra, verndum okkur, en ríki Guðs verður blessun, það er öðru sig, það verður flæði, ekki vígi. Og þetta tengir svo sterkt því sem við höfum verið að tala munið þessa setningu, að hjarta okkar er ekki til sölu á markaðstorgi aðstæðna. My heart is not for sale on the market of circumstances. Það er ekki til sölu. Það er ekki stjórnað á skorti og ekki af ótta, heldur mótað á trausti. Þannig að þegar við gefum núna, þá er þetta bara ekki fjármagn sem er að skipta hendur. Þetta er líf sem er að flæða áfram í líkama Krists. Þannig kennir Nýja testamentið þetta. Engin pressa. Þeir eru velkomin að taka þátt og kynnast Guði á þennan hátt. Amen. Faðir, við þökkum fyrir að orð þitt er lifandi og kröftugt og það er að kenna okkur og móta hjarta okkar. Ég bið að blessa einn og sérhvern sem að gefur hér í dag og ég bið að blessa líf þeirra áframhaldandi inn í vikuna. Mætti vera velvild og velvild, tækifæri og tækifæri og Drottinn, ég bið þess að þessi fórn mætti vera mikilvirk í Guðs ríkinu í Jesú nafni. Amen. Amen. Skulum halda áfram að lofa Guð þegar við gefum. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed,
Sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Tack Jesus, halleluja. Your name is the highest. Vi skulle lova han idag, halleluja. Det är inte bara änglarna som synger heilagur, heilagur. Heldur er sköpur Guð sem mun syngja heilagur, heilagur, heilagur. Rísum á fætur og lyftum höndum okkar til drottins og gefum honum dýrðina, halleluja. Stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. Halleluja, Jesus, vi lovar dig, halleluja. Du är heilagur, Jesus, halleluja. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. They'll always be holy, holy forever. Han är så innerlega heilagur, halleluja. Takk Jesus fyrir hver þú ert. Heilagur drottinn. Syngjum eitt lag í viðbót. Við þekkjum þetta öll. Heitir Goodness of God. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus, ég lofa þig. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Alle getur skellt föstudags. Amen. Amen. I said amen. I said amen, amen, amen. Amen, amen, amen. I said amen, 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 amen. Hallelujah. God is good. And you are good also. Are you good or are you evil? Are you good? Er þið ekki góð? Are you evil? Þið eru ekki í? No, you are good. Þið eru góð. Hallelujah. We were singing Friday a song, that well-known song, but Við vorum að syngja hérna sönga á föstudaginn sem að þekktu söngur. you know, I've been singing that song in my heart the whole weekend. Ég búinn að vera að syngja þennan söng Can we alla just helgina. please sing that Og ég baði að við tökum þetta einu sinni. one more time, and let's stand up together Og við skulum and rísa úr sætum og just worship the Lord just a little bit bara more. lofa Drottin. Hallelujah. Praise the Lord. Við erum líka að bíða. Takk, Jesus. Amen.
That is not the song. No, it's coming. No, it's not the song. Yeah. I'm so sorry. No, it's I messed it up for you. næst síðasta lagið á föstudaginn, Alli. Word is the lamp, já. Í G.B. Bara spila það fram með, já, einmitt. Takk, Jesus. Okay. There it comes. Yeah. Sorry. Come on, Hilmar. Thank you very much. Wow, wow, wow. Whoa, whoa, whoa. Wow. Wow. Whoa. Ok, ég ætla að play bara. It's here. Takk Jesus. Amen. Kannski fara, já, við höfum kannski takk þetta bara, já. Í það hennan, svo að sjá við textan. Þurfum ekki að, já. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing Sing grace. Thank you. for the cross. Crown. Thank you for the nail-pierced hands. Nurse me in your cleansing flow. Wash me. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is your name. Sitting on the throne. Crowned him now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, Son of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is my Thank you for the cross, cross. Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you
forgiveness and grace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasures of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy is the Lamb. Verður Oh, lampið er. worthy is the Lamb. Verður til lamp. Hallelujah. Can you say after me, Jesus, Getið sagt þetta mér? thank you for your cross. Takk fyrir krossin. I want to live a life Ég vil lifa lífi close to your cross. nálægt krossi þínu. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Please be seated. Fá ykkur sæti. Well, tonight I want to bring you to the cross. En í kvöld þá ætla ég að færa ykkur að krossinu. I want to talk to you about the Ég cross. ég vil tala til ykkar krossin. You see, we are living in times Við lifum á þvílíkum tímum that are very confusing. sem eru mjög svona There are many ruglingslegir. things happening, Margt að vera and you need security. og þú þarft öryggi. You need security for your own faith. Þú þarft öryggi fyrir þín eigin trú. And that's why the cross is so Og important. þess vegna krossin svo mikilvæg. Build your life around the cross. Ef þú býrð eða lifir í kringum krossin. Yeah, because when you have the cross in the center of your life, Þegar krossin þungamiðin í lífið þínu, then you are secure. þá ertu öruggur. All other things Allir aðrir hluti may waver and disappear. geta skakast til og frá eða But horfið, the cross of Christ en kross Jesú Krist will always stand firm. mun alltaf standa stöðu. Hallelujah. Halleluja. Build your beliefs around the cross. Byggðu trúðina á krossinum. Never go beyond the cross. Ekki vera umfram Stay krossin. true to the cross. Vertu trúfastur krossin. You see, because Þið sjáu vegna þess a prophet said once, að það var spámaður sem sagði eitt sinn, some years ago, mörgum árum síðan, and actually we are in that time now. og við erum í raun að lifa þá tíma núna. He said there will come a time Hann sagði, koma munu þeir tímar that there will be a belief að það verði svona trú eða trúabrögð or a teaching eða kennsla of the crown sem sagt kóruna without the cross. án krossins. You see, you have to understand Þú verður að skilja that the crown comes að kórónan hún kemur because of the cross. vegna krossins. Without the cross, Án krossins there will be no crown. þá verður engin kóróna. And the crown theology Og Guðfræði kórónunnar talks about all the benefits. talar allt það sem öll gæðin og allt All það the sem í promises. þína þáu, öll fyrirheiti. These things are good, Þetta allt frábærir og góði but they hluti. come because of the cross. En þeir koma vegna krossins. You see, somebody paid for it, Það var einhver sem greiddi gjaldið and he fyrir that þetta. paid for it Og hann greiddi is gjaldið. Jesus himself. Það Jesús, sá sem Never greiddi. go beyond the cross. Aldrei fara umfram krossin. If you follow the cross, Ef þú fylgir krossinu, you will also receive the crown. þá myndu einnig fá kórónuna. That means the glory. Það þýðir dýrðin, That means all these blessings and benefits. það þýðir allar þessar blessanir og allt sem því fylgir. So tonight I want to talk to you about the cross. Þannig að í kvöld vill ég tala til ykkar krossin, But I want to talk to you about more than one cross. en ég vil tala við ykkur fleiri en eitt kross. I will ask you a question. Ég vil spyrja þið spurninga. And you don't have to answer me. Þú þarft ekki að svara. I do all the talking myself. Ég tala, sé alveg You just have to allt það think. hér. Þú situr bara og But hlusta. I want to
question to hang in the air. En ég vil að spurningin hangi svona í This, loftinu. this is going to be a great night. Þetta verður frábært kvöld. I just feel it. Ég bara finn það. How do you feel it? Hvernig finnur það? I feel it in my Swedish heart. Ég finn það í sænska hjarta mínu. It's going to be great. Þetta verður As flott. soon as I begin to preach about the cross, Leið og ég byrja preding krossi. it is like the angels are celebrating. Það eins og englarnir bara fagni. Hallelujah. The Lord loves when we emphasize on the cross. Drottin hann elskar þegar við leggjum áherslu You know, á the krossin. cross cost him everything. Krossin kostaði hann allt. And when you appreciate that, Og þegar þú lærir að sjá velþóknunni í því, giving thanks to the Lord for that, þá möntu þakka drottni. then God rejoices. Og Guð hann fagnar líka. Amen. But I'm going to ask you this question. En ég ætla að spyrja þig þessara spurninga. What cross are you carrying? Hvaða kross ert þú að bera? Because there are two crosses. Af því að það eru tveir krossar. It is the cross of Christ, Það kross Kris and his cross og hans kross. you cannot bear, you cannot carry. Þér eru megn að bera hann. You are not called to carry his cross. Þú ert ekki kallaður að kollu til að He bera did krossin that hans. alone. Hann gerði það einn og And he sér. did it not for himself. Og hann gerði það He ekki did it for you. fyrir sjálfa sig. The Hann cross gerði það of fyrir Christ. þig. Það kross Jésu But then we Krist. have your cross. Síðan það þinn kross. And we're going to talk about both. Og við ætlum að tala báða þessa. Because you also have a cross. Því að þú hefur líka þinn kross. Or an opportunity to carry a cross. Eða tækifæri til þess að And bera we're going to kross. talk about what that means. Og við ætlum að tala hvað það þýðir. And what it doesn't mean. Og hvað það þýðir ekki. If you feel that this is a wrong message for you, Ef þið finnst þetta að vera rangur boðsköpur fyrir þig, please leave now. þá endilega máttu fara núna. Because this is the message. Því að þetta And boðskapur. you said, I don't want to hear that. Ég vil ekki heyra þetta. Please leave now. Þá máttu bara fara Okay, núna. nobody left. Great. Ok, það fór enginn frábært. The Gospel of Mark, Í Markusar Guðspjalli, chapter 8, í 8. kapla, in verse 34, í versi 34, Jesus called the crowd to him, hann kallaði til sín mannfjöldan together with his disciples, ásamt lærisveini sínum. and he said to them, Og hann sagði við þá, whoever wants to follow me hver sem vill fylgja mér, must deny his wife. verður að afneita eiginkonu sinni. No, it's not true. Did he say so? Sagði hann þetta? No. He said, whoever wants to follow me Sá sem vill fylgja mér, must deny himself. verður að afneiti sjálfum sér. I know that you have prophetic fingers with you. Ég veit að þið eru með svona spámalega putta með ykkur. Just take your prophetic fingers Takið bara spámalega puttana and wave them in the air. og veifið þeim svona Do í some loftið. prophetic stuff with your fingers. Þetta svona spámaleg aðgerð með And puttunum. then you do it. This is serious. Þetta mjög alvarlegt. And then you take those fingers Og síðan tekur þessa putta and you point at yourself. og síðan bendur á sjálfa þig. And then you say, Og síðan segiru, after me, eftir mér, these two prophetic fingers þessi tveir spámanlegu puttar are pointing at a certain person. að benda á ákveðna mannesku. And this person, Og þessi manneskja, then you do like this. Not this person, ekki þessi manneskja, this person. þessi manneskja, Not this person, ekki þessi manneskja and not this og person. ekki þessi manneskja, This person. þessi manneskja. Jesus is talking to this person. Jésús að tala til þessarar When he mannesku. said himself, Þegar hann sagði megin he orðum, means this person. þá meinar hann þessi manneskja. Hallelujah. It is easy to do that in a meeting. Það auðvelt að gera þetta á samkomu. It's a totally different thing in the real life. Þetta allt annað í lífinu. Oftentimes we point fingers to everyone Stundum erum við alltaf að benda á alla aðra, except ourselves. nema okkur sjálf. I recall last time I was here that I was so angry that it was a smell following me. Ég man svo eftir ég sagði frá okkur You síðast að remember það var that? einhver lykt sem hann var alltaf að elda mig. Wherever I went, Hvert sem ég fór, there was a smell.
Og þá var þessi ólíkt. And I was angry. Og ég var bara reiður. I used to be angry Ég var vanur að vera reiður. sometimes, Stundum. but not now because I'm crucified. Ekki lengur því að ég krossfestur. But I used to be angry. En ég var vanur I said to að my kids, vera reiður. Ég sagði börnum mín, what have you done? hvað hefur þú gert? I have said to you, Ég er búin að segja þér. you cannot fart in the car. Það er bannað að prumpa í bílnum. Prumpa. You cannot prumpa i bilen. Ja, það er bannað að prumpa í bílnum. No. No, Daddy, we didn't do that. Nei, pappi, við gerðum ekkert And slíkt. then I turned to Marie. Og síðan snýði að Mari. Marie, Mari, what have you done? hvað hefur þú gert? She just stared me down. Og hún bara starir mig So I niður. quickly stopped that. Og þannig ég hætti því. Came in to pay for the gasoline. Síðan ég á bensinstöðin að borga fyrir And bensínið. it was a stench. Og það er ólíkt þarna á I will bensinstöðin. never fill up my car here again. Ég ætla aldrei að taka bensín á þessari stöð aftur. It stinks. Þetta bara er ólíkt. And I hérna. even came to church. Og ég kom í We kirkjuna were standing in the worship, og við stóðum þarna í miðri lofgjörð, worshiping the Lord. lofandi drottinn And that stench og þessi ólíkt hit me. snerti mig aftur. So I look at the worship leaders. Og ég horfi þarna á þá sem að leiða lofgjörðina. What have you done? Hvað hafði þið eiginlega gert? And then I heard a little voice. Og síðan heyrði ég svona hljóða rödd innra með mig. Or I had the thought, Eða hafði svona hugsun. look under your shoe. Kíkt undir skóna hjá þér. And I lift my shoe up and I had this big turd. Og það var þessi bara hundaskítur undir hælnum. Wherever I went, Og hvert sem ég fór, the smell followed. og þá elti ólíktinn mig. But I'm trying to blame everybody else En ég var í því að kenna öllum except öðrum myself. nema I sjálfum was mér. the one that was carrying this smell. Ég var sá sem bar þessa ólíkt. And this symbolizes how people are. Og þetta er svona dæmum hvernig fólk You know, it típist er. started in the garden. Það byrjaði í garðinum And you know, when God came and man immediately started to blame the woman. og þar byrjaði maðurinn leið að kenna konunum allt saman. And I understand that. Og ég skil það mjög vel. Oftentimes it is the woman, Og það er svo oft sem það er bara konan. but not this time. En í þetta skipti, Because the woman að því að konan, did not receive the blame. hún meðtók ekki í skömmuna. She used her prophetic finger, Hún notaði spámalega puttan pointed to the snake. og bent á snákinn. There is a snakey here. Þetta er snáknum að kenna. No reason. Of course we eat fruit when we have a snake. Og auðvitað borðum við ávöxt þegar That's snákur. the first thing I think about. Það er bara fyrsta sem ég hugsa um. When I see a serpent, Þegar ég sé höggorm, I need to eat something. þá þarf ég að borða eitthvað. I need to eat the fruit. Þá þarf ég að borða ávöxt. Don't you understand that, God? Skilur þetta ekki, Guð? She blamed others. Hún kendi öðrum You see, we have it with us. Þetta er svo innbyggt í okkur. And it sometimes takes a long time for the Lord Og stundum tekur þetta Guð langan tíma to help us to point the fingers at the right direction. að hjálpa okkur að benda í rétta átt. Because we are so afraid Þegar við erum svo óttaslegin of a word called guilt. Orð sem heitir sektarkennd. We have so much problems with that word. Við erum í vandamálu með So þetta orð. we try to blame shift all the time. Við erum alltaf að færa sökina á eitthvað annan. I'm not talking about the Eskimos now. Ég er ekki að tala Eskimóna núna. It's easy to blame them Það er auðvilt að kenna þeim because you never met them. því að þú hefur aldrei hitt á. But I'm not in Eskimo land now. En ég er ekki í Eskimóalandi I'm núna. here in Reykjavik in Iceland. Ég er hérna í Reykjavík, Íslandi. And there is some connection with my sermon and you. Og það er einhver tenging við ræðuna mína og þig. I don't preach to the Chinese now. Ég er ekki að predika til I Kínverja núna. preach to you. Ég er að predika til þín. There is a connection. Það er einhver tenging hérna. I'm not preaching to your wife now Ég er ekki að predika til konuna þina núna. because she is not here. Því að hún er ekki hérna. You are here. Þú ert There hérna. is a reason why this message comes. Það er ástæða fyrir It því að has þessi something to boðskapur do with you. er til staða. Því að þetta hefur eitthvað með þig að Because gera. some people, And they are, sumir- they are like, the lights are on, but nobody's home. En þau eru svona ljósin eru kveikt en engin heima. They just sit there. Og þau sýta þetta bara. But tonight, En í kvöld,
we have pointed our fingers to ourselves. þá erum við búin að benda puttunum á sjálf okkur. If anyone wants to follow me, Ef einhver vill fylgja mér, he must þá verður hann deny himself, að afneta sjálfum sér. take up his cross, Taka kross sinn and follow me. og fylgi mér. You cannot follow Jesus Þú getur ekki fylgt Jesú without the cross. án kross. This is good. You have to have a cross Þú verður að hafa kross if you want to follow Jesus. ef þú ætlar að fylgja Jesú. Wow. Preach. For whoever wants to save his life will lose it. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því. But whoever loses his life for my sake and for the gospel's sake will save it. Því að hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því. And quickly now in the Gospel of Luke, Og núna yfir í Lúkasaguðspjall chapter 9 and verse 23. í kapla 9 og vers 23. This is the same thing, but he adds a thing here. En þetta sami atburðurinn en aðeins öðruvísi orða. He says, if anyone desires to come after me, Og þar segir hann, hver sem vill fylgja mér, let him deny himself, afneiti sjálfum sér, take up his cross taki kross sinn daily. daglega. Say after me daily, Segi þetta eftir mig, daglega and follow me. og fylgi mér. So we have two crosses. Þannig að við erum með tvo We krossa. have Jesus' cross, Þú ert með kross Jesú and we have our own cross. og við höfum okkar eigin kross. He says, his cross. Hann segir nákvæmlega hér, taki kross sinn. It's a personal cross. Þetta persónulegu kross. I mean, I have my cross, Ég á minn kross and you have your own. og þú átt þinn You kross. cannot carry my cross. Þú getur ekki borið minn kross. I carry my cross. Ég ber hann sjálfur. But you see, a cross means certain things. En krossin hann táknar ákveðið. The Greek word for cross is stauros. Gríska orðið fyrir kross stáros. And I mean, when Jesus said this the first time Og þegar hann saði þetta í fyrsta skipti to the listener, fyrir áhörundu sína, it was not like a symbol of jewelry that we have around our necks þetta var ekki bara eitthvað svona eins og hálsmenn or a skraut religion. eða eitthvað svona trúabræða For tákn. them, it was a place of shame. Þetta var tákn skammar. It was a death sentence. Þetta var dauðadóm. It was a place of total surrender Þetta var staður or algjörar giving up your uppgjafa. right Að gefa upp réttin to one's own life. fyrir eigin lífi. It was not like a positive thing for them. Þetta var ekkert jákvætt við When they þetta. listened to Jesus, Og þegar við hlustum á Jesú, they saw crosses all over the place þá sáðu þau krossa út allt. because it was the Romans. Af því að þetta voru rómverarnir. And they wanted to set examples. Og þeir vildu gera svona So they were crucifying people. fyrirmynd. Probably, you know, they did it for show. Og þeir gerðu þetta til þess að sína, til svona sem viðvöru. So it must sounded shocking Þannig að þetta hljómar mjög svona sjokkarandi for them to hear this. að heyra þetta. Think about this. Hugsiði bara. I have a cross around my neck also. Ég er líka með kross hálsmennum. I love the cross Ég elska kross. because for me it stands for something. Af því að fyrir mig þetta táknar eitthvað. But I'm walking around with a very brutal symbol. En ég er að ganga með mjög svona ofbeldisfullt merki. Something that kills. Eitthvað sem að drepur. Drepur. You see, so it must have been pretty shocking. Þannig að þetta hlýtur að hafa verið mjög sjokkarandi. And you see, when Jesus talks about his cross Og þegar Jesús talar sinn and kross our cross, og okkar kross, it is a big difference. þá mikill munur þar á. Actually, it's a crucial difference Þetta alveg regin munur in the Bible. í Biblíunni. Those two crosses are related, Þessi krossar eiga svona but they are not the same. þeir eiga svona samleið en þeir And ekki þeir sömu. if we confuse them, Ef við ruglum þau saman, we miss both the gospel þá töpum við af and fagnarinn true discipleship. og sönnum lærisveina So we will not confuse them. síð. Og þannig að við Now, ætlum ekki let's að talk. rugla þeim. Do I go too fast? It's okay. It's okay. I think about Hilmar. He was the first one that took me to Iceland. Ég að hugsa til Hilmars, hann sá fyrsti sem bauð mig til Íslands. We were young and beautiful in those days. Við vorum ungir og fallegir þá.
We are not young any longer. En við erum ekki ungir lengur, We are still beautiful though. en við erum samt fallegir. So thank you, Hilmar. You opened the way for me. Þú opnaðir leiðina fyrir mig. So if we confuse these two, Þannig ef við rugglum þessu saman, we miss the gospel þá töpum við að fagnarinn and we will also miss discipleship. og við missum að því að verða lærisveinn. Now, what happened on Jesus' cross? Hvað gerðist á krossi Jésu? Jesus carried the sin of the world. Jésús bar syndir He heimsins. broke the curse of the law. Hann braut bölvun He lögmálsins. took sickness, lack, and spiritual death upon himself. Hann tók alla sjúkdóma og alla krankleika á sjálfan sig. And there, the judgment of guilt, Og þar sem dómur Replaced. sektarinnar var settur and we have a reconciliation between God and humanity. og við eigum það búið að fyrirgefa okkur og það friðþæging sem hefur átt sér stað. And Jesus won the victory over death and darkness and the devil. Og Jésús sigraði myrkrið og dauðan. This is what Jesus did. Þetta það sem Jésús gerði. This is his cross. Þetta krossin hans. And he himself bore our sins in his body Og on hann the tree. bar syndir okkar í líkama sínum á krossinum. No one else can do this. Það engin annar sem getur gert því líkt. Jesus became our substitute. Jésús var sá sem var fórnin fyrir okkur. That's why we love the cross so much. Þess vegna elskum við krossin. Because he did it for us. Af því hann gerði þetta fyrir okkur. He took my sins. Hann tók mínar He syndir. took my curse upon himself. Hann tók mína bölvun á He sjálfan sig. broke the chain of the devil's influences on Hann my life. braut hlekki djöfulsins og hans He áhrifa inn í líf. reconciled me with God Og hann gerði sáttagjörð við mig, við Guð, through his shed blood on the cross. fyrir blóð krossins. Now, my cross Ekki minn kross. is the path of discipleship. Minn kross vegur lærisveinsins. When Jesus said, take up your cross and follow me, Þegar hann segir taktu upp þinn kross og fylgdu mér, he is not speaking about saving the world, hann ekki að tala að frelsa but heiminn, to follow him. heldur að fylgja honum. Hallelujah. My cross Minn kross is about self-denial. fjallar It's about sjálfsafneitun, obedience. hlýðni, It's about faithfulness. trúfesti. It is about the cost of belonging to Jesus. Það kostnaðinn að fylgja And it Jésu is to die to myself. og það að deyja sjálfu mig. That is my cross. Það minn kross. It is not redemption. Það ekki It endurlaust, is discipleship. það að vera lærisveinn. The redemption Jesus stands for Endurlaust það sem Jésus My stendur cross fyrir. Minn kross is to follow him as a disciple. fjallar að fylgja honum sem lærisveinn hans. Here is the great difference. Hér reginmunurinn. Jesus' cross Kross Jésu saves. frelsar. My cross Minn kross transforms. umbreytir. Jesus' cross Kross Jésu, atones for sin. hann friðþæging fyrir synd. My cross Minn kross, crucifies the ego. hann krossfestir egoið á holdið. Jesus' cross Kross Jésu is one-time experience. í eitt skipti fyrir öll. My cross Minn kross is a daily walk. dagleg ganga. Jesus' cross, Kross Jésu accomplished by Christ alone, aðeins fullnað af Jésu My Kristi cross sjálf. Minn kross carried by me together with Jesus. borin af mér með Jésu. Jesus' cross Kross Jésu, purchased grace. hann kaupir eða heimtar náðina. Purchased grace. Hann kaupir náðina. My cross Minn kross responds to grace. bregst við náðinni. It's a difference. Það mikill munur. Hallelujah. Hallelujah. We do not add anything to Jesus' cross. Við getum ekki bætt neinu við kross Jésu Krist. And we do not carry our cross Og við berum ekki okkar to kross earn salvation. til þess að eignast hjálpræðið. This is good preaching. Þetta góð predikun.
We don't carry our cross to earn something. Við erum ekki að bera okkar kross til þess að fá ykkur að þóknum Salvation, fyrir. healing, deliverance. Ekki hjálpræði, ekki endurlausn eða His cross lækningu. brings that to us. Krossin hans færir okkur allt það. We carry our cross Við berum okkar kross. because we have already been called by Him. Það því að við höfum þegar verið kölluð af honum. Can you say amen? Getið þið sagt amen. Salvation comes from His cross. Hjálpræði kemur frá hans Not krossi. mine. Ekki mínum krossi. We make no difference Við gerum enga breytingu how á big of a cross you will carry hversu stóran kross þú berð when it comes to salvation. þegar kemur að hjálpræði. Your cross will never save you. Þinn kross mun aldrei The frelsa þig. only cross that can save you Eini krossin sem getur frelsað is the þig cross where Jesus was hanged upon. krossin sem Jésu var hengdur That á. is the only place Það sá eini where staður you can receive redemption. þar sem þú getur meðtekið hjálpræði og But- endurlausn. En My cross minn kross unites me with Him. saminar mig honum. It unites me with Christ. Hann saminar mig honum. You see, when I chose obedience, Þegar ég valdi að hlýða, when I chose love, þegar ég valdi kærleika, faithfulness trúfesti in difficulties, í erfiðum I kringumstæðum, share the path of Christ. þá ég að deila sama veg og Kristur And gekk. then I can say, Og þá get ég sagt, like Paul is saying, eins og Páll segir, I have been crucified with ég Christ. hef verið krossfestur með Kristi. I have been crucified together with Him. Ég hef verið krossfestur með honum. I nailed my life to His cross. Ég neldi líf mitt á hans kross. Hallelujah. That doesn't mean that I become a savior, Það þýðir ekki að ég allt í orðin frelsari, but that means something. en það þýðir And what nokkuð. does it mean? Hvað þýðir það? It means that my old life Það þýðir að gamla líf loses its dominion over me. missir allan kraft yfir lífi mínu. The only way for you Það eina leiðin to fyrir get þig rid of that old man til þess að losna undan þessum gamla manni that is trying to overtake you all the time. sem alltaf að reyna að stíga upp á dekk og taka yfir. The only way Eina leiðin is to crucify it. að krossfesta hann. We have so many hurted Christians. Við erum með svo marga hrjáða kristna og Oh, they are særða being so hurt all the og time. þeir eru alltaf svo særði. Oh, he said so and so to me. Hann sagðist þetta og þetta And við now mig. I'm so bitter. Og nú ég svo That's why bitur. I'm sitting here drinking beer all day Þess vegna long. sit ég bara hérna í bjórdrykkjunni And this happened to me. og þetta gerist fyrir And mig people love to victimize themselves. og fólk elskar að gera sjálft sig á Oh, fórnalambi. poor me, poor Aumingja me. ég. You see, but there is a cross. En það kross. That I don't have to walk around wounded any longer. Þannig ég þarf ekki að labba stór skadaður áfram. You know why? Af hverju? Because the cross talks about death. Af því að krossin talar dauða. I am crucified with Christ. Ég krossfestur með Kristi. And when I crucified Og þegar ég krossfestur, myself, þegar ég krossfesti mig sjálfur, then those things die away from me. þá deyr allt annað frá mér. If you're dead, Ef þú ert you dauður, cannot be hurt. þá ekki hægt að særa þig. I have killed many things in my life. Ég hef drepið marga hluti í lífi mínu. I've killed a lot of animals. Fullt af dýrum. You know, I don't like to do it, but sometimes I have to do it. Stundum þá bara verði ég að gera þetta. I've killed cats and Ég rabbits, drepi ketti og alls rabbits and konar. dogs and stuff like that. Hunda og alls konar. You know, and you know, when you kill something, Þegar þú drepur eitthvað, it stops talking to you. þá hættir það bara að tala við þig. If it begins to talk to you Ef það byrjar að tala við þig, when you killed it, þá hefur ekki drepið það. run. Þá átt að hlaupa í burtu. Because it's not dead, you know. Af því að það ekki dautt. A dead man doesn't talk. Dauður maður talar ekki. There is no bitterness in a dead man. Það engin biturleiki í dauðum manni. Nothing. He's dead. Hann dauður. And you understand where I'm heading now. Og þú áttir á hvert ég að fara núna. Because God wants you to be alive. Þegar Guð vill að þú sért lifandi. That's why He wants to kill what is killing you. Þess vegna vill hann drepa það sem að drepa þig. And what's killing you, Og það sem að drepa þig, you carry it with you tonight. og þú dröslaðist með það hingað í kvöld. That is what the Bible calls the flesh. Það
Það er það sem Biblían kallar hold. the carnal side of you, Það er þessi holdlega the hlýðaði. old man Gamli maðurinn. that you thought were dead in the baptism. Þú hélst að hann verið dauður þegar þú tókst niðurdýðingaskýr. But the sneaky little thing En þessi lúmski skratti, have learned how to swim, hann hefur lært að synda. refuses, The only thing that will bite, on these things Og það eina sem virkar á þetta is to bring it up on the cross. er að færa þetta á krossin. You cannot counsel your flesh. Þú getur ekki tekið holdið í einhverja sálfræðiráðgjöf. Some people, they go to therapists and all kinds of things and Margir fara til þerapist for og alls years, konar í fleiri ár. and the flesh loves it. Og holdið elskar þetta. Oh, speak more. Já, talaðu Oh, meira. there are some hidden things in my life now. Já, það er einhver We're going to bring that up to the surface. Já, við ætlum að færa það upp á yfirborðið. And some people, if they don't find anything in themselves, Og ef að fólk finnur ekki eitthvað í sjálfum sér, they go back to the ancestors. og þá fara þær aftur í And ættatöluna they dig up some old man from the 1800s. og grafa upp einhvern gamlan mann frá Yeah, he had 1800. this temper. Hann var í vandræðum með Yeah, skapið. that's why I have this also. Já, þess vegna er ég líka með And then þetta. some people go even back to 200 years. Og sumir fara alveg 200 ár I'm aftur. traumatized Og ég var fyrir svo miklu áfalli. because 200 years ago Fyrir 200 árum. they mistreated my people. Og þá fórum við svo illa með And mitt now fólk. I'm sitting here today. Og nú sit ég hér í I dag. cannot have an ordinary job Og ég get ekki haldið almennilegu starfi because I'm traumatized. af því að ég er í áfalli. Come on. You know what you need to do? Í alvöru, vitið þið hvað þau eru að gera? Crucify Krossfesti. that flesh. Krossfesta holdið. Just kill it in Jesus' name. Bara drepið það í Jesú nafni. We in Sweden, now I'm really coming on. Í Svíþjóð. We in Sweden, Í we are Svíþjóð. so easily hurt. Við erum svo auðsærð. If you bump into somebody Ef þú rekst á eitthvað, accidentally, bara fyrir slysni, all of a sudden, allt í einu er bara komið sjúkrabíll police is coming. og lögreglan komin. And yeah. I can't even talk about it Það er alltaf hægt að tala um þetta. because it's so crazy. Þetta er svo bilað. If you look at somebody too long, Ef þú horfir of lengi á eitthvað, they'll call the police þá bara hringja þær í lögregluna and they charge you. og þeir ákæra þig. This man stared at me. Þessi maður, hann var að stara á mig. He almost raped me. Hann nauðgaði mig næstu því. He stared at you because you are so ugly. Hann horfði á þig af því að þú er svo ljót. Never seen such an ugly person. Hann hefur aldrei séð svona ljóta So mannesku. he was in shock. Hann var bara í sjokki. We are so easily kränkt in Swedish. Við erum svo auðveldlega móðguð í Svíþjóð. Yeah, kränkt. Við erum svo, móðgast. Molkast. We are so easily molkast. For anything. Við móðgust þetta af öllu. And I wonder, what's wrong with Ég us? hugsaði bara, hvað er að? We can't stand anything. Við þolum ekkert. Oh, now I have to work with my therapist. Nei, ég þarf að vinna meira í sjálfum mér með ráðgjafanum. I'm going to him for 25 years. Ég er búinn að fara til þess í 25 ár. We succeeded to take care of the 50 years. Og við erum þegar búið með fyrstu 50 árin. Yeah, but now we have 150 more years. Við erum svona 150 ára eftir. I have a solution here tonight. En ég er með lausn hérna í kvöld. And that solution comes from Jesus himself. Og lausnin er Jesús Take Kristur up sjálfur. your cross Taktu upp krossið and þitt. die away from your own self. Gleymdu og þú ert að deyja gamla And manninn. let Jesus shine through in your life. Og láttu Jesús skína í gegnum lífið. This is God's medicine. Þetta er meðalið frá Guði. Can you say amen? Getið þið sagt amen? Hallelujah. Amen. My cross unites me with him. Minn kross saminar mig með honum. And what is this now? Hvað þýðir þetta núna? You see, Paul was very clear Páll, hann var alveg með þetta á hreinu. Mjög skýr. what this meant. Hvað þetta þýddi. The first early Christians, Í frumkristninni, they were very clear. og þetta var mjög skýrt fyrir þeim. But then after like
250, 300 years, eftir svona 250-300 ár, something started to sneak in. og þá byrjaði eitthvað svona að læðast inn. So they exchanged Þannig að þeir breyttu the meaning of carrying our cross. meiningunni á því hvað það For þýðir að other bera things. þinn kross. So before, when Paul talks about taking up our cross, Þegar Páll talar að taka upp krossin, he's not talking about your physical body. hann ekki að tala líkamaðinn. He's talking about your flesh. Hann að tala holdið. Your physical body Líkamiðinn should not be crucified. á ekki að krossfestast. Can you say amen? Getið sagt amen? Because your physical body is holy. Því að líkamiðinn, hann að halda þér uppi. It belongs to the human trinity. Hann tilheyrir þrenningu mannsins. Spirit, Andi, soul, sál and body. og líkami. And 1 Thessalonians chapter 5 and 23 says Í 1. Þessalóníkubréfi that he 5:23 will sanctify us að hann muni helga so that okkur our spirit, og til þess að andi our okkar, soul, sál and our okkar body og líkami is made complete. þið alheilbrigður. God is investing in your body. Guð að fjárfesta í Your líkama body þín. is important. Líkamiðinn afar Your body mikilvæg. is the temple of the Holy Spirit. Líkamiðinn musteri heilags anda. It is not your body that is the problem, Það ekki líkamiðinn sem but vandamáli, these things started to sneak in. en það þessi hluti sem byrja að læðast So inn. they started to do long fasting. Þannig að þeir byrja að fara í svona langar föstu They started to whoop themselves. og voru að svipa sig And they started to do all kinds of og things. fóru að gera alls konar svona They went munaðarlifnað. astray. Og þetta fór að leiða afvega. Because when Paul is talking about this, Af því að Páll he talar says, þetta. I am crucified. Ég krossfestur. The Greek word for I Gríska orðið fyrir ég is ego. ego. My ego is crucified with Christ. Egoðu mitt krossfest. Not my physical body. Ekki fysiskur líkami No, minn. but my ego, the egoistic part of me Heldur þessi sjálfselsku hluti af mér, that the egoið, Bible talks about and called the flesh. sem Biblían talar og kallar hold. What is that? Hvað það? It is that part in my personality Það þessi þáttur í persónuleika mínum that refuses to bow to the will of God. sem neitar að beygja sig fyrir vilja That Guðs. always wants its own way. Vill alltaf fara eigin leið. It wants Jesus, Vill Jesú, jú, but it wants Jesus on my condition. en vill Jesú með sínu skilum, I'll á follow sínu forsendum. Jesus. I follow Jesus Ég að fylgja Jesú as long as it suits me. svo lengi sem það á mínum forsendum. We have a me generation. Við erum með svona ég-kynslóð You know, they even write songs about me. og þau semja lög Not me, but me in general. en sjálfið You know, there is a very popular song. It's an AR song. og það mjög vinsælt lag sem var gervigrindi bjóð til þetta And it goes viral. og þetta smitast út eins og eldur. Actually, it's a very good song. Þetta reynda mjög gott lag But it's the wrong text. en þetta rangu It goes texti. like this. I celebrate me. Ég fagna mér. Have anyone heard that one? Hafið heyrt þetta? I celebrate me. Ég fagna mér. It symbolizes Þetta tákgrænt how it is in our time. hvernig þetta á okkar tímum. It is all about me. Þetta fjallar allt mig. Me. Mig. What I can get out of it. Hvað ég fæ út úr þessu. What I can gain from this. Hvað ég It fæ is fyrir þetta. about me all the time. Þetta fjallar alltaf And this is sjálfið. This is what Paul warned for. Og þetta það sem að He said, Páll var að There vara will við. come a time Það mun koma tími when people will love themselves. þar sem fólk verður svo sjálfselst. It's such a focus on this. Það svo How I feel svo einblítt á þetta hvernig and how mér líður my situation og is. mínar kringumstæður. Oh, I get tired just talking about it. Ég verður bara þreyttur að tala þetta. I'm so tired of me. Ég svo þreyttur á mér.
I'm so tired of that part of Stefan Ég svo þreyttur á that þessum hluta always Stefán. wants to be in the center. Hann vill alltaf vera þungamiðja. I'm tired of me. Ég bara And I þreyttur á said, mér. Jesus, what can I do with me? Hvað á ég að gera við mig, And Jesus? Jesus says, Og Jesus segir, take up your cross takt upp krossið and crucify og krossastu yourself. holdið. Hallelujah. I said hallelujah. Ég sagði halleluja. You know why people are suffering from so much depression and stuff? Veistu af hverju fólk að þjásta svona miklu Because þunglindi? it is called me. Af því að þetta fjallar mig. The ego will That never ego. be satisfied. Það aldrei The fullnað. ego will always have more. Það vill alltaf meira. More cravings. Meiri, það alltaf þörf fyrir meira. Will never be satisfied. Þú fullnaðir aldrei holdinu. And if you pat your ego Og ef þú hefur pakkað and egóinu nourish your ego, og, og nourish your þú ego, ert að næra holdið you'll be a miserable person. og þá eru alveg aumkanu verðasta manneskja. But if you by faith En fyrir trú, begins to deny that part in your life, fyrir að afnita þessum þætti they lífsins always want attention, sem vill alltaf frá aðteglina, always want confirmation. vill alltaf fá einhverja Please say staðfestingu something good to me. og gerðu það, segðu eitthvað uppbyggjandi við mig. Say that I'm beautiful. Segðu að ég sé fallegur, Say that I'm fantastic. segðu að ég sé frábær, Say that I'm the most wonderful person in the world. segðu að ég sé Please frábærasta manneski heim. say Gerðu það, that. segðu I mean, það. this is crazy. Þetta bilun. Parents that tell their youngsters, Og foreldrar segja við you börnin sín, can be the new Messi. þú getur verið nýji Messi í fótbolta. And this poor guy, he can't even see the football. Og elsku barni, hann sér ekki svona fótbolta. There's so much unrealistic ambition. Þetta er svo óraunhafar eftirvæntingar. Why should you be a new Messi? Akkur ætti þú að vera hinn nýji Messi? The only thing you'll be Eina sem hún munt verða is a new mess. er bara We don't nýtt have to. slís. The only thing that I want to be, Eina sem ég vil vera, I can almost start crying ég when get I think næstu í about it. grátið The þegar ég hugsa only um thing I þetta. want to be Það eina sem ég vil vera is the Stefan er Stefán that Jesus wants me to be. sem að Jésús vill I að don't ég want to verði. be anybody else. Ég vill ekki vera neitt annað. I'm not striving for those things. Ég er ekki að streða eftir I þeim. just want to be Ég vill bara vera what he saw in me það sem hann sá í when mér I first met him. þegar ég mætti hann fyrst. Jesus, I want to be like that. Jésús, ég vill vera þannig. Create in me Skapaði a í mér pure heart. hreint hjarta. Make of me Gerðu mig a jewel að fögrum gimsteini that can shine your light in the world. sem getur skínið þínu lífi út í heiminn. I don't want to be a new Messi. Ég vill ekki vera einhver ný Messi. I don't want to be a new whatever. Ég vill ekki vera nýtt eitthvað I don't annað. want to be like Hilmar. Ég vill ekki vera svo Hilmar allavega. Sometimes I want, Stundum jú þá. but then I crucify myself. En síðan krossast ég sjálf á mig. I just want to be Ég vill bara vera the one sá that sem he created me to be. sem hann skapaði mig til að vera. My flesh wants to be all kinds of things. Holdið mitt vill vera alls konar. My flesh can be very energetic, Það getur stundum verið rosaleg ork í holdinu and my flesh can be very lazy og also. stundum er þetta algjör leti I byggja. never know where I have my flesh. Ég veit aldrei hvar holdið mitt er. One day it wants to go out and do the gym, you know. Og einn dag vill að fara í ræktina And the other day it just want to sleep all day. og næsta dag er bara að I sofa can never allan daginn. trust my Ég get flesh. aldrei treyst holdinu. It is like the scorpion and the turtle. Þetta er eins og sportryggi og hérna skjaldbaka. Have you heard the story about the scorpion and the turtle? Hafið þið heyrt sögun sportryggan og skjaldbökuna? No, you have not. Nei, þú er ekki heyrt það. That's why I want to tell it to you. Það ætla ég að segja þér þessa sögu. There was a turtle. Það var skjaldbaka He was going to swim over the river. og hún ætlaði að synda yfir ána. And here comes this scorpion. Og svo kemur þessi sportryggi It was þarna a venomous og one. baneitraður. Yeah. And he came up to the turtle. Og hann kemur upp að skjaldbökunni Please, turtle, og segir, elsku can I skjaldbaka, jump up on your back má ég hoppa á bak þér and go over with you? og fara yfir ána með þér? Because I cannot swim. Því ég get ekki synd. And the turtle felt something in his heart. Og greiði skjaldbaka fann eitthvað í hjartanu He felt, no,
Og sagði, nei, Can't do that. ég get það It ekki. doesn't feel good. Það er bara, ég er ekki í friði yfir þessu. I know what will happen. Ég veit alveg hvað mér When we gera. come up in the middle of the river, Þegar við erum komin út og miðja á you will sting me og þá myndu stinga mig and then we'll die. og ég mynd deyja. Are you stupid for real, the scorpion said. Og Sportryggi sagði, ertu bara svona heimsk? If I sting you, Ef ég sting þig, we both will drown. þá drukknum við bæði. Of course I will not do that. Auðvitað ger ég það ekki. Oh, I said, okay, she said. Og þá segir, ó já, Jump ok, up. Jump up. hoppað á bak And then here they go. og hér leggja það á stað. Do you see it in your imagination? Þið sjáu þetta í ímyndunaraflinu. He was swimming and the scorpion was on the back. Og skjaldbakkan að synda And og when they came Sportrygginn to á the bakinu. middle of the river, Og þegar komum miðjána the scorpion bit him. og þá stakk Sportrygginn skjaldbökkuna. And you know, they were drowning, both of them. Og þau voru báðir að drukna. And with a lot of water in his mouth, Og með alveg munnin fullan af vatni, the turtle said, þá segir skjaldbakkan, you promised þú lofaði that you wouldn't do this. að þú myndir ekki gera þetta. Now I'm dying. Og nú er ég að deyja. I'm so disappointed now. Ég er svo vonsvikinn. And then the scorpion said to him, Og þá segir Sportryggi við hann, I'm so sorry, æ, turtle. fyrirgeðu, elsku skjaldbaka. I can't help it. Ég bara get ekki hjálpað It mér. is just my nature. Þetta er bara eðli mitt. Your flesh Holdið þitt has a nature. hefur eðli And that nature og það eðli will always let you down. og mun alltaf valda þér vonbröðu. You cannot trust it. Þú getur ekki treyst því. You just have to crucify Þú it. verður bara að krossast það. The worst thing you can ever do Það versta sem þú getur nokkuð tíma is to gert trust yourself. er að treysta sjálfu þér. I trust my inner feelings. Ég treysti mínu innri tilfinningum. I just trust that. Ég bara treysti því. Oh, good luck. Já, gangið vel. Because you and I, Þegar þú og we ég, cannot even trust ourselves. við getum ekki treyst sjálfum okkur. The only one you can trust Það eina sem við getum treyst is the one that hanged in the middle. er sá sem hjekk í miðunni. You can trust him, Þú getur treyst honum, but you cannot trust yourself. en þú getur ekki treyst sjálfu þér. Can you say amen? Getur þú sagt amen. So what is it now, then? Og hvað fjallar þetta um? To pick up your cross daily Að taka upp krossinn daglega and be crucified. og krossfesta. Number one, Í fyrsta, you cannot crucify yourself. þú getur ekki krossfest sjálfan þig. Well, you can nail one hand, Þú getur nelt eina hendina, but then it, þá What getur about ekki the next nota hana áfram og hvað ætlar að gera við næstu? you cannot do it. You need help. Þú þarft hjálp, I said you need help. þú þarft hjálp. That help is opportunities. Þessi hjálp eru tækifæri. Things that happens Það eru hluti sem gerast in your life í lífi þínu that you really wonder why. sem að þú veltur átt fyrir af hverju. People that say things to you, Fólk sem segir hluti við þig, things that people do to you, fólk sem gerir á þinn hlut, different kinds of alls circumstances. konar kringustæður You feel that why did this happen? og þú veltir fyrir af hverju gerist þetta. God allows it Guð leifir það for you to use that as a mean of as a help to be crucified. Þetta er hjálpin sem að hann sendið til þess að krossfesta holdið. Jesus could not crucify himself. Jésús gat ekki krossfest sjálfan sig, People crucified him. það var fólk sem krossfest hann. And you cannot crucify yourself. Þú getur ekki krossfest sjálfan þig, People will help you fólk mun hjálpa þér if you allow them. ef þú leifir þeim það. What is it that should be crucified? Hvað er það sem á að krossfesta? As I said, it's not your body, Það er ekki líkamið þinn, it's not your wife, það er ekki kona þín, not all the time. ekki alltaf, It's not anyone else. það er engin annar, It's not people. það er ekki fólk. No. Nei, What is it? hvað er það? It is that in me Það er þetta sem er í mér that is called self sem að heitir sjálfshyggja eða sjálfur or ego. eða ego. You see, we have so many narcissistic people in our Við time. erum með svo mikið á narsisistum í dag. They have
like we talked in the car today, and vorum að- you also mentioned it. Við vorum að tala þetta í bílnum í dag They have transactional relationship. og allt fyrir þá eru bara viðskiptafæsla. Everything they do is a transaction. Það alltaf mótífið þetta bara eins og viðskiptafæsla. You see, if you engage yourself in a person that always, you know, you are like a deal, you know. It's a transaction that's going Þú on. ert að eiga samskipti við mannesku sem að það alltaf eitthvað dill í gangi. I'm kind to you Ég góður við if þig you are kind to me. og þú góður við mig. That is a transactional relationship. Og þar eitthvað sem færist á milli. I can help you Ég get hjálpað þér if you help me. ef að þú hjálpar mér. It's a transaction. Og þetta eru svona ákveðin fæsla. And there are many relationships that are like that. Og það eru mörg samskipti sem eru But that is not the relationship of the cross. En það ekki samskipti krossins. The relationship of the cross Samskipti krossins or fellowship eða samfélag is called koinonia. heitir koinonia. And you may mention it Og today. ég myndist á þetta hérna í dag. Koinonia is a different kind of fellowship. Koinonia öðruvísi félagskap. It is a Christian fellowship. Þetta kristin félagskapur. In every kind of engagement or relationships, Í öllum samskiptum it's something that draws us together. þá það eitthvað sem að dregur okkur að hvort öðru. If you play golf, Ef þú spila golf there is a golf club. og þá bara We golfklúbbur have that in common. og við eigum þetta samið. If you like motorbikes, Ef þú hefur gaman að mótuhjólum you come to a motor club. og þá ferði í svona mótuhjólaklúbb It's a motorbike. og þú ert með mótuhjól. If you like hunting, Ef þú hefur gaman að veiðum there will be a moose in the middle of the fellowship. og þá elgur einhvers staðar mitt í samfélaginu. And we can have a wonderful fellowship Og við getum átt æðislegt as samfélag long as we have the moose there. svo lengi sem elgurinn til staðar. But koinonia, my friend, En koinonia, that kæru is a vinir, different kind of fellowship. það allt öðru sem Because félagskapur. koinonia, Það it koinonia, is not built upon our interests. það ekki byggt á áhugamálum It's okkar. built upon a cross. Það byggt á And krossin in the middle of our fellowship og í miðjum stands a samfélaginu cross. stendur krossin. And we both have a relationship to that Og cross. við höfum báðir samfélag við þennan kross. Jesus is the center of our fellowship. Jésús þungamiðja samskipta okkar. I'm not here because of you. Ég ekki hérna út af I'm þér. here because of him. Ég hérna út He af honum. draws me to you. Hann dregur And mig he til þig. draws you to me. Og hann dregur þig til mín. He is the guarantee Hann öryggið for my fellowship. fyrir samfélaginu. That's why I can endure you. Þess vegna get ég þólað þig. In a marriage, Í hjónabandi, Marie knows Marí hún veit and I knows og ég veit that she has an affair with another man. að ef hún heldur framhjá með öðru manni, Oh, mamma mia. ó, And that man is called Jesus Christ. og þessi maður heitir Jésús Kristur And I know og ég veit that he comes first in að hann her kemur life. fyrst í lífina And she knows, og hún veit and he comes first in my life. að hann kemur fyrst í I mínu never lífi. compromise with that. Ég fer aldrei í mála með Jesus is það. always first. Jésús alltaf fyrst And og that's fremst. why me and Marie Þess vegna með mig og Maríu, have lived together við höfum náð að lifa saman in a marriage in almost 50 í years. hjónabandi í næstum 50 ár. We are so different, Við erum svo ólík but we can stand together en við getum staðið saman because we have a relationship to the one that will hang in the middle. af því að við hefum samfélag við þann sem að hékk í miðunni. And that's why when we had arguments, Og þegar við rífumst kannski, it's always three of us. þá erum við alltaf þrjú. It's not only her and me. Það ekki bara hún og ég, There are three. það eru þrýr. Because Jesus is the center point of our Af því relationship. að Jésús þungamiðja samfélags And in the okkar. church, my friend, Og í kirkju, you are not here because we have a wonderful worship. og þú ert ekki hérna bara af því að það You are not æðisleg here because lofgjörð. there are certain groups that you like, young people or old people. Eða það svona einhverjar ákveðnir hópar hérna á meðal That's okkar. not the reason why we are here. Það ekki ástæðan fyrir að við erum The hér. reason is called Jesus Christ. Ástæðan heitir Jésús Kristur. He that was hanging in the middle. Sá sem hékk í miðunni. He is the one Hann sá that connects us sem together. tengir okkur saman. Without him, Án hans, we only have a human relationship þá ættum við bara svona mannleg or samskipti. interests. Eða áhugamál. I mean, I have so many interests Ég hef svo mörg áhugamál that you don't have. sem að þú hefur ekki. Some of you hate cars. Sum ykkar hatið bíla.
I saw that on the parking lot outside. Ég sá það einn á bílaplaninu úti. That poor car that you are driving around with Þessi drusla sem þú ert að aka á. doesn't know what oil is Veit ekki hvað olía because you haven't changed the oils Þú ekki skipt olíu since the Middle Age. Síðan á miðöldum. You don't tend to your car. Og þú ert ekki að hugsa bílið. It breaks my heart. Það bara brestur You can hjarta. treat the car like that. Hvernig vogar þær að koma svona fram við bílinn? I was we have what called EU control, in Sweden. Já, þessar reglugerðir, Evrópureglugerðir í Svíþjóð. Reglugerðir. Já, það var skoðun, já. Skoðun, Já, skoðun. Skoðun. I was at the Skoðun Já, og ég fór sem sagt í with my car. bifreiðaeftirlitið. My car has 400,000 Swedish miles on it. Og það eru 400.000 No. Kilometers. Það er 400.000 kílómetrar sem er búið að keyra bíl. 400,000. 400.000. 40,000 mil. Það er 40.000 mílur. And the man took the car and went in to check it up. Og maðurinn hann fór að skoða bílinn And then he came out, og síðan kemur hann. I was drinking coffee, Og ég var waiting bara að for fá him. mig kaffi og Came out, there is something wrong here, sir. hann sagði það er eitthvað að hérna. Something wrong with your mätare. Það er eitthvað að kílómetrateljaranum. Because it says here it's 40,000 Swedish Það segir, mælari segir 400.000 kílómetrar. But this car looks brand new. En þessi bíll hann lítur bara út fyrir að There's vera nothing ný. wrong with it. Það er ekkert á hann. Everything is in perfect shape. Það virkar allt. I said to him, Ég sagði við hann. yes, Já. I take care of it. Ég annast bílinn. I can see that, he said. Og hann sagði, ég tek eftir So því. he went to his desk board Þannig að hann fer að skrifborðinu and sínu took out a golden star og tekur gullstjörnu and he placed it on the paper. og hann setti það á pappírana. I never seen such a well-attended car. Ég hef aldrei séð svona vel I með take care of my bíl. cars. Ég sé That's one of bílana mína. my interests. Það er eitt af áhugamálum mínum. But even though that you are like the devil yourself when you take care of your car, En þó þú sett þetta skrattin sem að sérðu I can bílinn, still have fellowship with you. að þá get ég samt átt Because samfélag my við. fellowship is not built upon your interest. Því að það byggist ekki á áhugamálum It is okkar. built upon the man that was hanging in the middle. Það byggist á manninu sem Jesus, the Son of God. Jesús, sonur Guðs. He is the author and finisher of my faith. Hann er höfundur og fullkomnari trúar So minna. I surround myself around the cross. Þannig að ég umkringist, sapnast krossin. And when you do the same, Og þegar þú gerir slíkt þið we will saman, find one another. þá finnum við hvern annan. Isn't this marvelous? Er þetta ekki magnað? This is the only relationship or fellowship in the whole universe Þetta er einu samskiptin eða félagskapur í öllum heiminum that works like this. sem virkar svona. Think about all these church members here. Hugsaðu alla kirkjumeðlumi hér. You are so different. Þið eru öll svo ólík. You would never Þið myndu aldrei choose those kind of people velja félagskap slíks fólks that are sitting next to you sem situr við liðina á þér. if you would have to choose yourself. Ef þú mættir velja sjálfur. Actually, you don't like those kind of people. Í raun og veru þá bara líkar ekki við svona fólk. You know, when I came into church, Þegar ég kom í kirkju, I used to be, we call it in Sweden, raggare, the car guy, já, það er svona bíladellukall. yeah, driving around with old cars. Já, And, keyra með svona gömlu bílum. yeah, I used to be like that. Ég var þannig. Came into church, Og ég kom í kirkjuna and there was only old ladies there. og það voru bara gamlar konur þarna. They were always fat also. Og feitar gamlar konur. They were eating too much. Og átu voða mikið. And they were singing songs Svo voru það að syngja söngva. that I hated, Því ég bara hataði þessa söngva. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. You see, I came from the smoke on the waters. Ég kom frá sko Deep Purple og bara They came into this place. Svo kem ég inn á þennan stað. This little light of mine, I'm going. And I thought to myself,
Hvert ég komin? Is this a punishment or something? Þetta refsingur? But I started to love these ladies. En svo byrjaði að virkilega hafa kærleika til þess að kvenna. And I started to long for these meetings. Og mér fór að bara hlakka til að And fara. I thought to myself, I need to help them a little bit. Og ég hugsaði, ég þarf kannski aðeins að So hjálpa I took that song. I used to have an own rock band, you know. Þegar ég var með svona rockband, sko. Yeah. And so I took that song. Þannig ég tók þetta lag. I said, ladies. Konur? Yeah. Já. Hallelujah. Yeah. Can I sing the song with you? Má ég syngja þetta lag með ykkur? And can I take the guitar Og má ég fá gítari, spila á and just gítari? lead you in this song? Og leið ykkur í þessu lagi. I thought to myself, I'm going to do something here. Ég ætla að gera eitthvað sniðut hérna. And they were always sitting down, you know, Og þær eru sátt alltaf. because they were so fat they couldn't even, you know. So Það voru svo feitar, gátt ekki gert þetta they annað. were sitting down. I said, I was can we stand up? Getum við stáð á fætur? Yes. Já. Because they did everything for me. Þær gerðu allt fyrir mig. Because I got saved, Þegar ég came frelsaðist, into the church, kom í kirkjuna and they were so happy for me. og þær voru svo ánæðar. So we stand up. Já, stöndum upp. And then I take the guitar, Og svo tók ég and gítari. I lead you into this song. Og ég ætla að leiða ykkur í þessu lagi. Yes. Já, endilega. And I took the guitar, Og ég tek gítari. and I speed it up a little bit. Og ég hraðaði laginu aðeins. Because if you take that song Þegar þú tekur þetta lag and speed it up, you know. og hraðar því, This little light of mine, woo, I'm gonna let it shine. Come on, ladies, this little light of mine. And the first, they just looked at me og þær bara horfðu á mig. because they thought they were using this little light of Þær voru- mine. Þær voru að And syngja that- þetta eins og vögguvísu nánast. And then I did a little Michael Jackson shouts, you know, Svo gerði ég svona Michael Jackson róp inn á milli. And I said, come on, Astrid, Og koma nú, Astrid. come on. This little light of mine. Woo! I'm gonna let it shine. Come on, Astrid. Come on, move. This little light. And Astrid. But I would never in my whole life, I would never, come in contact with these kind of people. En ég hefði aldrei kynst þessu fólki í lífinu nema út af. But because I went to a cross, Af því að ég fór á krossin. I found new relationships. Ég fann nýja tenging og nýtt samfélag. Can you say amen? Getur þú sagt amen? Now, I preached a long time tonight, but Ég er búinn að predika lengi í kvöld and I'm going to continue now. og ég ætla að halda áfram. I'm not here so often. Ég kem ekki svo oft. So you can live on this to the next time I come. Þú getur lifað á þessu þangað til ég kem næst. What is it Hvað það? in you Í þér that hates God? sem hatar Guð. No, nothing. Ekkert. I love Jesus. Elska Jesú. Yes, you do. Já, þú gerir það. But there are things in your life En síðan eru hlutir í þínu lífi and in my life og í mínu lífi that does not want to bow down for him. sem vill ekki beygja sig fyrir Guði. Scary. This is a Þetta scary thought. óttaslegin hugsun. And that thing Og þessi hlutur that always wants to go its own way. sem vill alltaf fara sína eigin leið. But you see, the flesh is like a camelont. Camelont. Já, holdið það svona eins og kameljón. Yeah. It changes Umskipting. color after Hann environment. breytir lítasamsetningun á húðinni eftir hvaða kringustæðan það er í. So we have a church flesh. Þannig að við erum með kirkjuhold. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. halleluja. They have learned how to cope with these things, Við höfum aðlað okkur að þessum aðstæðum. And then we have this vulgar flesh also. Og síðan við erum með þetta svona hrókafulla, But it's still, ofstækisfulla hold. still the same source. Sama uppsprettan. When is your flesh exposed? Hvar opinberast eða afhjúpast holdið? When your will Þegar þinn vilji collides with God's will. skarast á við Guðs vilja.
all of a sudden things allt í comes einu, up. þá kemur eitthvað á yfirborðið. And sometimes God provokes us Og stundum ögrar Guð okkur, just to see the response. bara til þess að sjá viðbröðin. And if it collides with what you want, Og ef þetta skarast á við þinn vilja, that's why some people, they get so discouraged and disappointed þess vegna verður margt fólk svo niðurdregið og vonsvikið, when healing doesn't come immediately. þegar lækning á sér ekki stað samstundis. Or if you doesn't get healed at all. Eða lækningin kemur bara aldrei. Or if something else happens Eða eitthvað annað gerist, that you didn't count with. sem að þú gerðir ekki grein fyrir. It was not in your narrative. Það var ekki í frásögu þinni. All of a sudden, Allt í einu, things are getting provoked. og þá er svona ögrun í hlutunum. And God will arrange Og Guð, hann aðeinsverðar hlutunum þannig fyrir þig, those kind of things þannig kringustæðum, just for you bara fyrir þig, to see til þess að þú sjáir what is the motivation behind everything. hvað er mótífið bak við allt saman. Then I said before, Og ég sagði áður hér, you cannot crucify yourself, þú getur ekki krossast sjálfan þig, but situations can. en kringustæðuna geta gert það. Other people can. Annað fólk getur gert það. And you wonder, why did this happen? Og þú velti fyrir Why þér, did they say this to me? af hverju gerist þetta, af hverju sögðu þetta við mig. I'm hurt now. Nú er ég særður. Skip the hurt part Slepptu því að vera særður and see it as an opportunity og horfðu á tækifærið to step up on the cross að stíga á krossin and die away og deyja í burtu frá from þessu, these things. frá öllu þessu. Because Vegna þess, if you allow ef þú leifir yourself sjálfum þér to be crucified, að krossfestast, denying yourself, afneta sjálfum þér, let go. að sleppa tökunum, Until you let go, þangað til þú sleppi tökunum, there will be no let God. þá verður ekkert aðgengi að Guði. You see, God is waiting for you Guð býður þín to let go. að þú sleppi takinu. And when you let go, Og þegar þú sleppi takinu, you let God. þá hefst Guð handa. That's why it is such a power in forgiveness. Þess vegna er svo mikill kraftur í fyrirgefningunni. To forgive is not the same as forget. Að fyrirgef er ekki sama og að gleyma. Skip the forget part. Gleymdu þessu að gleyma. Hold on to the release part. Haltu í það að leysa einhvern undan. Hold on to the let go part. Haltu þessu að sleppa tökunum. You see, even though that you forget, Jafnvel þó þú gleymir, listen now, hlustaðu vel, God will not forget. Guð gleymir ekki. Injustice, Í réttlæti, things that will happen to you, það sem að gerist fyrir þig, He will not forget. hann gleymir því aldrei. I feel prophetically here right now. Ég upplifi mjög spámanlegt hér í The dag. things that happen in your life Hluti sem gerðust í lífiðinu, that demolished you, sem að lögðu þig í rústir, it hurt you so bad. það særði þig svo And djúpt you've been fighting og þú hefur verið að to berjast keep that part of your life up on the cross. að halda þessum hluta á krossinum. Sometimes you just rip off the nails and you step down again. Og stundum bara naglreinsarðu þig sjálfur og stígu niður And then up again. og svo aftur. It's been such a fight for you. Þetta er búið að vera svo mikið barátta. Finally, Loksins, you let go. þá sleppur þú takinu. One reason why we don't want to let go Ein af ástæðanum sem við viljum ekki sleppa takinu, is that we think that we stand there as a loser. að við höldum að við lítum út fyrir að vera bara algjör lúserana. But you see, sometimes you have to lose in order to win. En stundum þarf að tapa til þess að vinna. Let go. Slepptu takinu. It's a message to someone here. Þetta er boðskapur til ykkur Let hérna. go. Slepptu takinu. Let go. Slepptu takinu. And when you let go, Þegar þú sleppir takinu, you invite God the Almighty þá ert að bjóða Guði almáttug to step in on your behalf að stíga í þinn stað
and do his work. og gera sitt verk. There are people here tonight Það fólk hér í kvöld that God is getting ready sem Guð að undirbúa, hann tilbúinn to restore, til þess að to give endurreisa, back til þess að lækna those things in your life þá hluti í lífiðinu that was taken away from you. sem voru eða færa tilbaka Stolen hluti sem from voru you. teknir. And God is getting ready. Guð tilbúinn. He's just waiting for one thing. Hann býður bara eftir einu, Let go. að þú sleppi takinu. Släpp taget. Slepptu takinu. Just let go. Slepptu bara. I'm not saying this Ég as being easy. ekki að segja þetta sé eitthvað I auðvelt. know how tough it is, Ég veit hversu erfitt þetta but do it anyway. en gerðu það samt sem áður. You know, several years ago, Fyrir nokkrum árum, there was a situation. þá var ég í kringustæðum. Is this ours? It's beautiful. Don't touch it. Don't touch it. I felt that like it's a Lord's Supper or something. Holy water. Heilagt vatn. Several years ago, I was misused. Mér var svona misboðið að hafa gert illa á minn And hlut people took benefits. og fólk sem ég var misnotaður og fólk nýtti sér aðstæðurnar Lost a lot of money. og ég tapaði miklu fé And I really were really fighting with this. og ég var virkilega að berjast við þetta. And then I have a brother. Svo ég bróðir, He called me hann ringdi í mig because it was about buildings and stuff. og hann var svona byggingaverktæki. And he said, Stefan, Hann segir, Stefán, let go. slepptu tækinu. Because it's only a building. Þegar þetta eru bara byggingar. God has many buildings for you. Guð hefur margar byggingar fyrir þér. Just let go. Slepptu bara. And it was tough, I tell you. Og það var svo erfitt. It was tough. Það var erfitt. Well, shall they take benefits here now? Af hverju er þeir að hagnast á þessu? This is not fair. Þetta er ekki sanngjarnt. This is unjust. Þetta er óréttlægt. I have the whole Bible on my side. Öll Biblían stendur með mér. They don't even have a little verse. Þau eru ekki einu svona hálft Biblíuvers. So here, I was in the fighting mood. Og ég var í þessum svona tilbúin í slaginn, But my brother said, Stefan, let go. en bróður minn sagði, slepptu tækinu. It's not worth it. Það er ekki þess virði. My friend, there are battles that you can win. Og það eru baráttur sem þú getur unnið, That is not worth fighting for. sem er ekki þess virði að berjast fyrir. The wise man David, he understood that. Davíð, hinn vitri maður, hann skildi þetta. He could have, end up in a fight with Eliab, Hann hefði geta verið í baráttu við Elíab, his brother, bróðir hans. but he let go. Hann bara sleppti tækinu. If you stay with Eliab, Þetta sat með Elíab you will miss Goliath. og þá missur af Góliat. You will not have the strength that you need to fight Goliath. Þú munt ekki hafa styrkleikan til þess að berjast við Góliat. Because you engage yourself in the wrong battle. Af því að þú tókst þátt í You can rángri win that baráttu. battle. You can win that Þú battle, getur unnið þessa but baráttu, you will not win the one you are called to win. en þú munt ekki vinna þá sem þú ert kallaður til þess að vinna. And then sometimes the Lord says, let go. Og stundu segir drottinn bara, slepptu tækinu. And when you let go, Og þegar þú sleppir tækinu, it doesn't disappear. þá hverfur það ekkert. It goes right into the hands of God. Þetta fer bara í hendur And Guðs. he begins to work on your behalf. Og hann byrjar að vinna í The þína þá. reason why he cannot do that, the reason why he cannot Ástæðan do fyrir að that þú now, getur ekki gert þetta is núna, that you are not crucified. af því að þú ert ekki krossfestur. Up on that cross Á krossinum, and let God do the rest. farð á krossin og láttu Guð sjá restina. This is a word for someone. Þetta er orð til einhvers. Maybe not everyone, Ekki kannski fyrir alla, but for someone. en það er einhver. You're in the battle right now. Þú ert akkurat í miðri baráttu And you núna are fighting. og þú ert að berjast. And the Lord says, Og drottinn segir, let go. slepptu tækinu. Just let go. Bara slepptu tækinu. Die to yourself. Deyðu sjálfu þér. And he that does that Og sá sem gerir það, will win. mun sigra. Today, Í dag, I have gotten everything back. þá hef ég búin að fá allt endurheimt. And those people that were cheering for my destruction, Og fólki sem að bara klappaði yfir því að ég var bara í rúst. they are coming back and saying we were wrong. Og
Og þau eru að koma aftur til mér og segja við höfum rangt fyrir okkur. You know why? Við stakkurinn, Let go. bara sleppa tækinu. Just let go. Bara sleppa tækinu. It's hard sometimes. Þetta mjög erfitt I stundum. will never preach anything to you that I do not do myself. Ég myndi aldrei predika neitt til ykkar sem ég hef ekki gengið í gegnum sjálfur. I dare not. Ég voga mér það ekki. I have a fear of God in my life. Ég hef ótta Guðs í And lífinu. that's why I boldly can say to you, Þess vegna get ég sagt með djörfung, let go. slepptu tækinu. Släpp det taget. Close your eyes Skulum loka augum, before the Lord. frammi fyrir Guði, And Father God, Faðir Guð, I thank you við þökkum þér that you að þú, help people right now að þú hjálpar fólki nú á þessari stundu to let go, að sleppa tækinu. to be available, Að vera aðgengileg, to deny themselves. að afneita sjálfum sér. Thank you for that, Father. Þakka þér fyrir það, Faðir. Bless every single one that are making choices right now. Blessaðu einn og sérkvæmt sem að taka ákvörðun hér og nú. Important choices. Mikilvægar ákvarðanir. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Hallelujah. Halleluja. Amen. Can you turn to your neighbor Getur þú snúið þér af sætis and sem þú say, situr við liðna þér og say after me, segðu eftir mér, dear friend, kæri vinur, let go. slepptu tækinu. You see, we as human beings, Við sem manneskjur, so many times we have this need of control. við höfum svo mikla þörf fyrir að stjórna. We are control freaks sometimes. Við erum höldin stjórnunar áróttu. But you see, sometimes you need to let go of your control. En stundum þarf að láta af stjórnuninni. Just let go. Bara slepptu tækinu. Hallelujah. Me, myself, in my natural, Stefan, Minn náttúrulegi Stefán, I want to control things. þá vil ég hafa stjórnun á hlutunum. In our house, I have a lot of cameras. Heima þá er fullt af myndavélum. In Marie's car, Í bílnum hennar Maríu. I have an app in my phone. Og þá ég með svona app í símanum. I know wherever she goes, Ég veit alltaf hvar hún er I know it. og ég veit það. When she comes home, Þegar hún kemur heim, I see it. þá sé ég þetta. When she goes in the garage, Þegar hún fer í bílskúrinn, oh my God. The alarm goes on og þá ringja bara viðvörunarbjöllurnar. because she enters into the Holy of Holies. Af því að hún er á stíginni í það allra helgasta. And I have kids, you know, Og ég á börn and grandkids. og barnabörn They love my garage og þau elska bílskúrinn. because I have so many tools there. Ég á svo mikið af verkværum þarna. But I can see them. Ég fylgist alveg grannt með And I þau can speak to them through the camera. og ég get tala við þau gegnum myndavélina. My oldest grandson, Og elsta barnabörni mitt, he's 22. hann er 22 ára, He loves my garage. hann elskar bílskúrinn minn. And then he thinks that he can just sneak in there, Og hann heldur stundum að hann getur laumast þarna inn, but he can't. en hann getur það ekki. So the other day, there was an alert Daginn þá and hringdu he was viðvörunarbjöllur searching for things. og hann var þarna að leita að einhverju. And I called him on the camera and said, yeah. Mario, Og ég talaði við hann í gegnum myndu og sagði, Mario, his name is Mario. hann heitir Mario. That's not his fault. But Það er ekki hann honum að kenna. what are you doing? Hvað ert að gera? And then he stood up like this. Þá stóð hann þarna tinnréttur. Nothing. Ekkert. So you mean to tell me that you are just occasionally dropped into my garage doing nothing? Ertu að segja mér að þú bara kemur inn í bílskúrum minn til þess að gera ekkert? What are you searching for? Hvað er þetta að leita eftir? Nothing. Engu. Come on. Láttu ekki svona. I'm the godfather in this family. Ég guðföðurinn í þessari fjölskyldu. Don't you know? Veist ekki? I see you. Ég sé þig. Capiche?
Skilurðu? I have a control need. Ég hef svona þessa þráhyggju fyrir að stjórna. That's in my nature. Það í mínu náttúrulega eðli. And you have that also, some of you. Og sum ykkar hafið slíkt í sama. That's one thing. Það bara eitt atrið. It's okay. Það allt í lagi. But you cannot En þú getur ekki control stjórnað what's happening hvað að gerast in your life. í lífiðinu. You can control your bed Þú getur stjórnað rúminu þínu. by making your bed, fixing your bed. Yeah. It is not the devil that is messing up your bed. Það ekki djöfullur sem ástæðan fyrir að það allt í rugli í herbygginu. You make it, you fix it yourself. Þú gerir þetta sjálfur. But there are other things En það aðrir hlutir that you cannot control. sem þú getur ekki stjórnað. What people do to you, Hvað fólk gerir á þinn hlut, cannot control. þú getur ekki stjórnað því. What circumstances throws at you, Það sem kringumstæðurnar henda á þig, cannot control. þú hefur enga stjórnað því. Last time I told you about my healing from very, very major heart attack. Síðast ég var hérna að vera að segja ykkur frá lækninu fyrir, ég fekk nokkur hjartaáföll. I cannot control that. Ég hef enga stjórn yfir því. It just hit me. Hann bara læknaði mig. And here I am. Og hér ég. Cannot control that. Þú hefur enga stjórn á þessu. But God helped me. En Guð hjálpaði mér. There are many things in your life Það margt í you lífiðinu have no control sem þú over it. hefur enga stjórn á. That's why you and I, Þess vegna það sem ég og þú, we need to let go við þurfum að sleppa of that takinu controlling mentality af þessu stjórnunar áráttu that wants to control everything. sem vil stjórna öllu. There are so many things that you cannot control. Það svo margt sem þú hefur enga stjórn á. Tonight, Í kvöld, there is someone here tonight. það einhver hér í kvöld. God is going to deliver you Guð ætlar að leysa þig from a spirit of control af stjórnunar anda. that wants to control yourself, Þú vilt stjórna sjálfu wants þér, to control others, vilt stjórna öðrum, always. alltaf. God wants to deliver you Guð vill leysa þig and set you free. og setja þig frjáls. Let go of your children. Slepptu takin á börnunum þínum. I mean, they are 45 years old. Þau eru 45 ára gömul. You don't have to call them 3 times a day. Þú þarft ekki að hringja þau 3 á dag. How are you? How are you today? Alltaf að hringja, já, hvernig hefur það í dag? Let go. Slepptu. No, but you know, Já, I know my little boy. en ég þekki drengin I minn. know that he is very sensitive. Hann svo He is næmur. 45 years old. Hann 45 ára. Let go. Slepptu takinu. Oh, you know why you do like that? Vistu af hverju þú gerir þetta? It's because that you don't have a life by yourself. Af því að þú átt ekki eigið líf. God wants you to flourish. Guð vill að þú blómstri. Let go of that poor guy. Slepptu takin á greiðu drengnum. And even some here. Og sumir hér. Your daughter or your son are married. Dóttir eða sonur eru gift. And you are walking outside their house. Og þú ert að labba fyrir utan húsið þeirra. Looking into their window. Að kíkja inn gluggana. What are they doing now? Hvað eru þau aðhafast núna? Is everything okay? Allt í lagi? Is he beating her? Hann að berja hana? No, he should beat you. Þetta berja þig. Let go. Slepptu þessu. That controlling spirit. Þessi It's stjórnunarandi. terrible. It's devastating. Ræðilegur. Let go. Slepptu. Can you say amen? Getur þú sagt amen? Well, I preach myself happy. Ég búinn að predika mig sjálfan glaðan. And tonight, this Og í is Sunday kvöld- night. Þetta sunnudagskvöld. So let's stand up together. Við skulum rísa á fætur saman. I want the worship people to come. Ef að lofgerðar fólki getur komið. There are so many things more that I could share with you, Það svo margt sem ég geti deilt með ykkur. but you couldn't bear it. En þið getið ekki borið það. So I have to wait for that. Þannig að ég þarf að bíða með það. We're going to worship the Lord, but I want to pray for people. Við ætlum að lofa drottinni, ég vil biðja með fólki. I want to pray for you Ég vil biðja fyrir þér that were touched by this sermon. sem að þessi ræða, hún snart við þér. And you say to Jesus right now, Og þú segir við Jesú núna,
I want to walk the walk, Ég vil ganga þessa göngu, not only talk the talk. ekki bara tala tungumálið. I want to live a life Ég vil lifa lífi, crucified krossfestu lífi, with Christ. með Kristi. I'm not sure that I am able to do that. Ég ekki viss að ég geti gert þetta. I need help. Ég þarf hjálp. It's so wonderful that he says crucified with Christ. Það svo gott að hann segir krossfestur með Kristi. Hallelujah. I want to pray for you Ég vil biðja með þér that God will grant you grace að Guð gefi þér náð to be that kind of a disciple að vera þannig lærisveinn that daily pick up your cross sem að daglega tekur upp krossin sinn and follow him. og fylgir honum. Hallelujah. Halleluja. And then also for you Og einnig fyrir þig, that you are fighting that thing that we were talking about. þú að berjast við þessar hluti sem við vorum að You have tala such a hard time to release og þú hefur svo erfitt með að sleppa takinu, and to let go. að bara láta af. All things, offenses, stuff Alls like that. konar gamlar móðganir og særindi. People done things to you. Fólk sem hefur gert á þinn hlut. Tonight, Í kvöld, you just let go. þá myndu bara sleppa takinu. Is it so easy, Stefan? Þetta svo auðvelt, Stefán? Yes, it is. Já, It's only one decision. þetta aðeins eina ákvörðun. Hallelujah. Halleluja. Let's sing a song, and then if you need prayer, Við ætlum að syngja hér söng og ef þú þarft you fyrirbæn, just come up here, stay here. þá kemur þú bara hérna fram I og want to pray stendur for you. og ég mun biðja fyrir. And if there is something else, Kannski fyrir ykkur öðru. I want to pray for that also. Ég vil biðja fyrir þessu I just sérstaklega. invite you Og ég bara býð þig right now velkomin núna to receive prayer. Come, að stíði bara hérna fram eða þú vilt fá Jesus' name. fyrirbæn. come. I will pray for you. Stíði hingað fram sem Thank you, vilji Lord fyrirbæn. Jesus. Ég Thank mun you, biðja Lord fyrir Jesus. þig.